þeir ætla núna að fara að ýta því úr vör að Evrópusambandið geti ákveðið það hvert hælisleitendur geta farið, þannig að það er verið að dreifa álagi útlendinga í álfunni. Við sem lítil þjóð, núna þegar að vandalagin einmitt segir að hvað ætla að læra af Ungverjakrísunni? Jú, það er það að smærri þjóðir eru með of mikinn atkvæðisrétt. Þeir eru með of mikil áhrif á það sem er að gerast innan Evrópusambandsins sem að gerir það verkum að það er ákveðin kergja og skilvirkni verður minni. Þar að leiðandi þurfa minni þjóðir að hafa minni áhrif innan Evrópusambandsins. Það er það sem að ég bara hugsa, guð minn góður, erum við að fara inn í samband þar sem að þeir eru að tala fyrir því að minni þjóðir þurfa að hafa minni áhrif út af því að þeir geti ekki verið að takast á við aðstæður þar sem einhver ákveðnir aðilar hafa neitunarvald í ákveðnum flokkum. Mér finnst bara að hafa þetta fyrst með umræðin í Evrópu ólíklegt að við séum að fara inn í stórfelldar stjórnkerfisbreytingar sem leiða til þess að neitunarvald einstakra ríkja verði minnkað eða afnumið. Þeir voru að afnema utanríkismálin. Já, mér finnst bara, eins og segi ég... Þetta er þróun, ég er að segja að þróunin er í þess átt. Já, eins og segi, ég verð varðið mjög mikla tregðu hvað mörgum sem hugmyndum ef maður les miðlan í Pólandi, ef maður les miðlan í Pólandi í Eystrasaltsríkjunum og fleiri stöðum þá er ekkert sannfærum að við séum endilega að fara í þessa átt, en auðvitað er þetta þannig. En nú er framkvæmdastjórn talar það samt. Það er áhyggjefni. Þú hlýtur að sammála með það. Já, en ég meina auðvitað getur að koma fyrir í svona samstarfi við verðum einhvern tímann undir, en mér finnst í rauninni hvað ég segja, ég hef ekkit endilega stórkostlegar ágjör því. Ég meina málið sem hún nefndir sem er hælisleitenda pakkin sem hefur verið núna til umræðu á þinginu aðeins, það má alveg ræða það svolítið, allavega í þessu samhengi. Ég meina, við erum á jaðri Evrópusambandsins, við getum þetta alveg lent í því að fólk komi hingað og við verðum fyrsta viðkomustöð einhvers hóps. Ég nefndi það kannski, þetta er ekki eins og nefnt til gamans, en fyrir 1 ári síðan þá sendu bandarísk stjórnvöld fjölda SMS á alla Úkraínum sem þarf í landi að þeirra landvistarleyfi væri unni og gildi. Það var gert fyrir mistök, var sagt, en því samt að slíkt SMS er tilbúið til þess að senda einhvern tímann og ég meina ef að segjum slíkur hópur þurfa að fara úr landi þá mun kannski einhver þeirra eiga fyrsta viðkomast á Íslandi og þá þurfa að taka við þeim. Erum við alveg vissum að við viljum þá ekki taka þátt í einhverju samstöðukerfi sem dreifir slíku álagi? Ég er ekki endilega samfærður. Nei, en Pavel, þú veist alveg, ég meina, við vorum að ræða hérna upphafi þar sem að Þorbjörn Sigurður er búin að setja á laggirnar eitthvað útlendingamálum og hún ætlar að ganga ennþá lengra. Já. Og reynda styttara flestar Evrópuþjóðir. Já, en þá er mjög svona, ég held að fólki hefa töluvert meira áhyggjur af því að flóttamannastraumurinn muni koma í enn meira mæli til Íslands af því sem er að koma til Ítalíu og Grikklands frekar heldur en að Bandaríkjamenn fara að reka Úkraínamenn á landi. Já, en ég held bara í grunninn að þróun í Evrópu í þessu málaflokki er á þá leið að við höfum búist við miklu færri. Já, en annars vegar, Pavel, erum við með raunverulegar afleiðingar þess að útlendingamálin séu komin í mjög vondan stað í Evrópu og þeir ætla að fara að dreifa álaginu, þá þurftum við að taka við því álagi sömuleiðis. Hins vegar erum við með möguleika á því að Bandaríkjamenn séu að fara að reka Úkraínumenn úr landi. Sem ég finnst að svo ég segi það ekkert endilega mjög líklegur en hitt er fast í hendi. Já, en ég meina ég er ekkert endilega að sjá að þáttaka einhverju slíku myndi verða okkur það þungbæri og ert að velta fyrir ef það myndi leiða af vera okkur í Evrópusambandinu, en vel að merkja, ég meina það eru mörg lönd þegar í Evrópusambandinu sem það sagst ekki að taka þátt í þessu og ég meina Pólverjar hafa allavega sagt að við höfum tekið á móti það miklu fjölda að flóttamann frá Úkraínum og við teljum okkur ekki eiga að taka þátt í því og því hefur verið sýndur skilningur. Þannig að maður hefur og ef við tölum við neitunarvald, ég meina hvaða neitunarvald höfum við í dag í mörgum þessum málum. Ég meina við tókum upp evrópsku persónuverndarlöggjöfina, við höfum tekið upp alla neytendarlöggjöf, við tökum þetta allt upp, auðvitað getum við fræðilega séð ákveða að neita taka eitthvað þátt upp sem snýra innri markaðnum en de facto þá er það hálfgert kjarnorkuákvæði að taka ekki upp í gerðir sem falla undir málaflokka EES-samningsins. Þannig að það getur verið að við myndum einhvern tíma að verða undir en við bara í dag höfum við engar rödd.
En að fyrsta sem að Þorbjörg Sigríður segir þegar hún að ræða þessi til dæmis útlendingamál að staðan ekki eins slæm hér eins og hún í Evrópu, sem alveg rétt. Þess vegna þetta alltaf skrítið og kann að hljóma mjög einkennilega fyrir fólki að við sem að fara gangi í Evrópusamband þar sem að þessu verður bara dreift þannig að þetta verður jafnt á alla. Ég held reyndar aftur að þróun verður miklu frekar líklegar svo og hefur þegar orðið að það bara tekið miklu fastar á þessum málum innan Evrópu og það verður ekki svo niðurstaða að við þurfum að dreifa hér mjög miklu fólki og það er þegar orðið þannig að þessi straumur hefur minnkað.